strax í upphafi þegar ég greinist að þá fyrir ég að huga að því bara hvort það sé ekki til einhver samtök fyrir ungt fólk sem að greinast með krabbamein. Og ég fyrir náttúrulega að tékka á þessu og kemst að því að það ekkert félag fyrir ungt fólk. Sko áður en Kraftur kom til sögunar, þá var þetta kannski að hver og einn einstaklingur þurfti að finna þetta svolítið út sjálfur. Það var ekkert einn staður sem átti að leita til, einhver sem hefði gengið í gegnum þetta og þekkti kerfið svolítið. Okkar upplifun var svo að það var ekkert í boði. Upplýsingaveitan fyrir okkur var engin. Það voru allir að finna upp hjólið og þá kemur þessi svona hugmynd að það þarf að vera ykkur vettvangur, félagsamtök, eitthvað sem að þú þarft ekki að spurja, heldur bara hérna, gjör svo vel, hér eru allar upplýsingarnar. Við sem sagt hittumst á djamminum, það ekki frásögufærandi að maður farin að djamma aftur hana 99. Fljótlega eftir að við hittum Hildi þarna þá segir konan bara, leið mér á borðið, herru, hættum að tala um þetta, drífum í þessu. Og þá var bara stofnað þarna við eldhúsborðið, nýtt félag. Að það var bara, já, og hvaða félagi heit og ég með tillögu og það bara, já, Kraftur og það var bara samþykkt, bara, já, flott nafn, bara samþykkt Hildur. Sko á þessum tíma Kraftur náttúrulega, þau náðu alveg frábæri svona innkomu. Þau haldið stofnfund sem var tekin hérna í skólalíðinni, þar sem mættu alveg, eins og mér minnir að sagan segir, 350 manns eitthvað svoleiðis, sem nánast allir skráðu sig sem félagsmenn í Kraft. Ég einn af fyrstu meðlumum í Krafti. Að greinast með krabbamein var ekki bara erfitt líkamlega og andlega, heldur það að þurfa að leita mörgum stöðum eftir aðstoð. Það var mjög erfitt fyrir allflesta. Og svona bara okkar starf í upphafi var mjög fjölbreytt. Ég hef minna úthald en finn að þetta allt að koma. Sko við á upphafsárunum erum við að safna styrkjum til þess að geta keyrt áfram það starf sem við vildum vinna að í framtíðinni og við náðum að vekja athygli til dæmis með Vátryggingafélaginu á forvörnum. Þessar auglýsingar sem voru gerðar á sínum tíma eru náttúrulega óbúslega skemmtilegar og fyrir mig náttúrulega gríðarlega dýrmæt auglýsing sem ég lék í með mömmu. Hann skilur í dag að lífið ekki dans á rósum. Það getur alltaf eitthvað komið upp á. Hann var dálítið út undan rétt eftir ég greindist. En í dag þá nýt ég lífsins og þess að geta eitt tíma með stráknum minn og fjölskyldunni. Guðrún Helga Arnarsdóttir greindist með krabbamein árið 1993 og aftur 1998. Guðrún tók strax stefnuna á sigur. Það var mjög náttúrulega góður andi og mikil svona frumkvöðla kraftur í gangi þarna. Og það var ekkert ómögulegt. Og það sem að kannski auðveldaði manni vinnuna var sko að við stofnuðum nefndir. Við rákum eða félagið bara eins og fyrirtæki. Það stofnuðum fljótlega hana ritnefnd fyrir lífskrafti en þetta tók okkur sem sagt 3 ár að koma saman lífskrafti. Því að við höfðum samband við alla þá aðila sem við vildum fá upplýsingar frá til að koma svo öllu á eitt stað. Þannig að þetta var svona þessar hagnýtu upplýsingar fyrir krabbameinssjúklinga og aðstandendur. Sólargangan, lífið núna, það var dálítið áhugavert verkefni. Og ég átti ekki orð hvað var mikið af fólki. Mikið fjölmenni tók í dag þátt í göngu Krafts, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þess. Ég var svo stoltur, ég var svo glaður og við vorum, það var svo sterk minningin að þegar ég náttúrulega fremst formaður á þeim tíma, að þegar ég kom inn neðst á Skólavörðustígnum og horfi upp, að það er fólk ennþá uppi að leggja stað. Við fylltum gjörsamlega allt saman. Það er bara kraftur oft í ungu fólki. Ég tek við stuðningssímanum, þá var ég með hann sko alveg 24/7. Það var náttúrulega örugglega ekki eins mikið álag eins og er í dag, en það var samt alveg heilmikið. Ágústa, hún er með stuðningssíman og er að vinna sem hjúkrunarfræðingur og sér að ég er þarna og dregur mig svona afsíðis og fer að tala um Kraft, hvort ég væri ekki til í að kíkja með og svona, það var fullt að sætum stelpum þar og svona og hún gaf mér þetta hrikalega gylliboð og ég sló til og komst síðan að því að þær voru bara 2 stelpur í Krafti þá, hún og systirinnar. Svo var maður að smala inn í þetta og ég var í verkfræði og þá er maður náttúrulega í stóru svona háskólasamfélagi og sér maður fólk sem er snúða og mjög svona, ertu með krabbamein? Já, geggjað maður, hvað er Kraft? Frjóir hugar innan stjórnar koma með bara flotta hugmynd
og þetta var ákveðið styrktarverkefni sem við ákveðum að fara af stað með. Mikið til umræðu, titillinn á diskinum. Einn skólafélagi minn sem hrópaði bara "Oj, þú ert með krabbamein, hvað þú ekki nálægt mér?" Það var náttúrulega bara smá djók hjá honum en ég svona gleymi þessu aldrei og ég ákvað að kalla diskinn þetta. Hugmyndin var svolítið mikið að koma bara Krafts skoðunum, viðhorfum, Krafts fólkinu inn í rit, svona bara gott rit sem gæti legið á öllum læknaskrifstofum, tannlæknaskrifstofunum, hárgreiðslustofunum, bara öllum þessum stöðum þar sem fólk er. En það var síðan gaman að nokkrum árum eftir að ég hætti að ritstýra blaðinu þá lágu leiðir mínar og félagsins aftur saman. Verkefnið heitir Kraftur í kringum Ísland en hópurinn áætlar að halda af stað 16. júní og vera í höfuðborginni á sjálfan þjóðhátíðardaginn. Og það var alveg bara rosalega margir sem fylgdust með og komu á staðinn og þeir eru voru að koma tilbaka. Og bara hátíðarhöld á Goslokahátíð í Vestmannaeyjum. Hægt verður að fylgjast með undirbúningi og ferðum hópsins á vefsíðunni www.krafturíkringumisland.com. Á þessum tíma erum við að fá mismunandi verkefni og við náðum markmið okkar sem er að komast í fjölmiðla, vekja máls á okkur og halda umræðunni gangandi ungt fólk og krabbamein. Á 10 ára afmælinu þá þóttu þetta bara við hæfi að minnast þeirra sem að höfðu látist en líka að gleðjast yfir lífinu og minnast þess að lífið er núna. Við komumst að því mjög snemma að vinna með fagfólki í þessu var mjög mikilvægt af því að það býr til þessa svona jákvæðu strauma út í heilbrigðiskerfið. Og saman ef við getum gert þetta og verið gott heimi utan þennan hóp þá telja að það skiptir mjög miklu máli. Við komum inn með okkar þekkingu og Kraftur kemur inn með sína þekkingu og sína reynslu og saman getum við byggt virkilega gott stuðningsnet utan þessa einstaklinga sem að þurfa á okkur að halda. Stuðningsneti var með óformlegum hætti, það var ein manneskja sem sá stuðningssímann og svo ég fengið af formanninum þá, Daniel, til að útbúa kennsluefni til að þjálfa upp stuðningsfulltrúa. Og ég skrifaði þetta kennsluefni og fræðsluefni, fann sjálfboðaliða, þeir höfðu samband og ég skrýnaði þá, tók viðtal við þá og tekkaði hvort þeir væru á þeim stað að þeir gætu veitt stuðning, þjálfaði þá, fylgdi þeim svo eftir með endurmenntun og tók á móti símtölum þar sem var verið að biðja stuðning og paraði við viðeigandi stuðningsfulltrúa. Samtök eins og Kraftur eru dýrmætur stuðningur úr bestu átt sem að í rauninni sameina fólk og hjálpa því að hjálpa hvort öðru. Í hyldýpinu opnaðist fyrir alls kyns vona neista. Þannig að það var ótrúlega gott að hitta einhvern sem hafði farið í gegnum svipaferli og ég var að fara í gegn. En að uppgöta að það sé hópur af ungu fólki sem er að gangi í gegnum það sama og ég og að kærasti minn geti gengið að fólki sem er að ganga í gegnum það sama og hann, það er bara ómetanlegt. Það er svo rosalega gott að tala við fólk sem hefur gengið í gegnum þessa hluti. Það er ekki svo óvissu til staðar. Maður þarf ekki að finna þetta út sjálfur. Ég heiti Linda Sæberg og er með takeover á Instagraminu hjá Kraft helgina. Fyrirmyndirnar voru nánast engar. Facebook var eiginlega ekki komið. Þetta var alveg bara á miðöldum. Eftir því sem að tækniþróuninni fleytti fram að þá fór fólk að deila sögum sínum á Snapchat, Facebook og Instagram. Það er margt sem breytist við að greinast með krabbamein og fara í gegnum þetta ferli. Þau átt svo margar sögur, bæði fallegar en líka dabrar og eitthvað til að læra af og eitthvað til að styðja fólk með. Að tala meinið getur verið erfitt en sem betur fer fáum við að ráða ferðinni. Og það er mjög mikilvægt held ég fyrir það sem er greindur eða veikur að hafa einhvern með sér, hvort sem það er maki eða systkini eða foreldri eða besti vinur eða vinkona. Og Reykjavíkurmaraþonið var akkurat að byrja þarna þessum tíma og það gaf bara strax mjög vel og við vorum fann að sjá það sem flottan fjáröflunan vettvang. Tók þátt í Reykjavíkurmaraþoni. Bróðir minn hélt á Súrneskúrnum og við vorum síðust í mark í 10 km maraþoninu en við unnum alveg marga oft á leiðinni. Í rauninni, fyrir 5 árum síðan á 15 ára afmæli félagsins, þá boltinn svolítið að rúlla
Þá var aðstæður þannig í heilbrigðiskerfinu að kostnaðarþátttaka sjúklinga var mjög mikil og við ákveðum að ráðast í það verkefni á afmælisárinu að stofna neyðarsjóð. Tónleikarnir voru í rauninni svona stærsta verkefnið í þessari neyðarsjóðsherferð. Við vorum bara svona algjör grasrót, bara já við ætlum að gera þetta og tókum þessi vídeo inn í hörpunni bara með geðveikt slæmum hljómgæðum, þú veist. En sögðum ótrúlega þarfar sögur. Það var að sjálfsögðu gríðarlegt áfall að kærastinn minn greinist með krabbamein, en ekki nóg með það, þá þurftum við líka að hafa áhyggjur af peningum. Þannig að það er gríðarlega mikið áfall að greinast með krabbamein á þessum aldri og ekki síður fjárhagslegt áfall. Manneskjur sem að berjast við lífsógnandi sjúkdóm, þær eigi ekki að vera að taka upp veski í hvert einasta skipti sem þær fara til læknis eða að fara í apótek. Þetta á bara að vera inn í kerfinu. Hæ, ég bara verði í rauninni aðeins að fá að sýna ykkur eitt. Ástæðan fyrir að ég er að prenta þetta út vegna þess að ég er að sækja í styrktarsjóð til þess að fá endurgreitt. Og þetta gjörsamlega brýtur hjartað í mér að sjá allt það sem hann er búinn að borga. Þetta er svona staður sem ég óska engum að vera á. Styrkur til lyfjakaupa kom þegar að apótekarinn ákvað að gefa Krafti ókeypis lyf, þar sé að styrkja félagið. Einnig hef ég nýtt mér lyfjakaupin. Ég hef til dæmis farið í gegnum frjósemismeðferð, fekk þá styrkur í lyfjakaupunum, þannig að þetta ekkert að borga fyrir lyfin. Og svo hef ég fengið styrk líka í neyðarsjóðnum eftir þessar dýru meðferð, þar kostuðu yfir 1 milljón. Ég hef fengið fjárhagsaðstoð úr neyðarsjóði fyrir tæknifrjóvgun. Síðan hef ég fengið heilmikla aðstoð við í raun og veru svona félagsleg vandamál. Ég stóð svolítið inn í þessari kerfisbaráttu sem ég fekk aðstoð með. Þegar ég greinist þá er rauninni Kraftur tekur mig bara að sér og kynnir mér þjónustuna sem er í boði og hvað þeir geta gert fyrir mig til að hjálpa mér í gegnum þetta. Og ég nýtti mér til dæmis stuðningshópinn Strákakraft mjög mikið sem að jafningjar hittast og ræða sín vandamál og hvernig þeir hafa komist í gegnum þau. Við erum svona orðin góður og samheldinn hópur og orðin miklu félagar hérna. Þetta er eins og fjölskylda, Kraftur og það er svo mikið yndislegu fólki sem maður á einhverja samleið með. Á samfélagsmiðlum fer nú fram herferðin Share Your Scar eða deildu örinni þínu. Henni er ætlað að opna umræðuna krabbamein meðal ungs fólks. Hérna eru ungir einstaklingar að koma fram og sýna örin sín og við vorum einungis að gera þetta til vitundavakningar og til þess að fá fólk að deila sínum örum á samfélagsmiðlum. Ég heiti Bjarki, ég er 28 ára og ég er að berjast við krabbamein. Hver dagur er sigur. Fjölmiðlar sýndu þessu mikinn áhuga. Þannig að við vorum að brjóta eitthvað niður sem er tabú. Árið seinna fengum við þjóðþekkta einstaklinga til þess að bera sér skallan undir kjörorðunum það þarf kraft til að takast á við krabbamein. Þannig að þetta var eitthvað svona fáránlegt símtal sem ég þurfti að eiga við fólk. Já, sæl, Hulda hérna frá Krafti. Ég ætla að athuga hvort þú gæti verið með okkur í herferð sem heitir bla bla bla. En bara ekki mynd af þér heldur skallanum þínum. Þannig lansögðum við herferðinni og MC Gauti, Emilian Torrini, Hjálmar, það var bara fáránlega flott setup. Þetta perluævintýri er búið að vera magnað. Einhvern veginn frá hugmyndinni þegar við ákveðum að taka þetta skref að gera þetta, halda hana viðburð og keks og svo þegar maður sér fólki streyma inn á viðburðun okkar á kekshostel, það var eitthvað svona klikkuð stund og komu ég man ekki 200-300 manns og okkur fannst það ótrúlega mikið. Svo erum við svolítið stórhuga í Krafti og vildum gera stærra og meira þannig að við vorum bara svona getum við ekki slegið Íslandsmet í perli, það hefði aldrei verið gert. Þannig að allt í einu vorum við komin í hörpu. Þetta magna fólki sem kom til að sýna þessu málstað stuðning. Ég var búin að vera á kafi að binda armbönd fyrir fólk allan viðburðinn. Og ég tók ekki eftir hvað var að gerast í umhverfinu. Það voru búið að vera skemmtiatriði og eitthvað svona og ég var bara svona föst í einhverja lítil kúlu við það að binda armbönd. Svo lít ég upp
og ég sé allt í einu bara, það blasir við mér bara 3000 manns af því að seinast þegar ég leit upp þá var salurinn nánast tómur. Og svo allt í einu fengum við þessa hugmynd að gera HM-armböndin og tala við tólfuna. Við fengum tólfuna með okkur í lið og þeir einhvern veginn og þau öll bara ótrúlega peppuð í að taka þátt í þessu og þá var þetta keppni á milli liða. Sem var annað eins ævintýri við, þar sem við fórum bara landhorna á milli, ferðumst með 40+ kíló af perlum og leyfðum bæjarfélögum og íþróttafélögum að keppast að perla sem flest armbönd. Þetta var orðið bara svona trendi yfir sumar, allir þurftu að vera með HM-armböndin og íslenska landsliðið var með armböndin. Þetta varð einhvern veginn svo miklu stærra og bara frá 200 manns upp í Kex yfir í bara 12 og íslenska landsliðið og allir með. Ég var svona armband, fjölskyldan með svona, við hefum öll 2. Já, ég man eftir að hafa séð það. Já, 1. Ég fekk í lífi núna armböndin og bara finnst þetta frábært málefni sem ég styð fullkomlega. Já, ég sé einhvern með þetta sko. Ég sé þetta og ég á reyndar eitt svona armband. Bara, það minnum að bara lifa í núinu og svona. Alltaf því er eitthvað leiður eitthvað, bara kíkja á þetta og bara muna að lifa núna. Kristján Björn Tryggvason var 25 ára þegar hann greindist fyrst með krabbamein. 10 árum seinna ákváðu hann og eiginkona hans, Kristín Þórsdóttir, í samráði við lækna að hætta allri meðferð. Þess í stað ákváðu þau að njóta lífsins og verja tíma með fjölskyldunni en börn þeirra hjóna eru 3. Kristján Björn lést í fyrrasumar, 36 ára gamall. Vídeóið var sem sagt byrjunin á herferðin okkar Lífið er núna í janúar 2018 og Kittið sem sagt tók þátt í þessu viðtali í maí 2017 og hann deyr í júlí sama ár. Og þetta var vídeó sem var bara í rauninni sýndi hans ferli og ferli allt saman og hann var ótrúlega veikur þarna og hann var samt svo stoltur sko að geta gert gagn þrátt fyrir hann yrði örugglega dáinn þegar þetta yrði sýnt. Ég verð þarna að hjálpa henni, hörnungsandi hana. Mér langaði svo að segja svo mikið við hana. Ég elska hana svo mikið að það hálfa verið nóg. Ég held að hún með þess að viti það. Og þakka henni fyrir allan tíman sem við erum búin að vera saman. Ég held að það sé það sem ég langar að segja henni. 2018, þá vorum við farin af stað með armböndin, vorum komið með nýja heimasíðu og þetta var ekkert með allt komið á flug. Og þá ákváðum við að taka þetta svona svolítið annað vinkil, þar sem við ákváðum að fá aftur okkar félagsmenn til þess að koma fram og deila af sinni reynslu. Og þar fengum við 20 einstaklinga til þess að stíga fram með sín skilaboð á svona spjaldi. Það er þörf fyrir félaga eins og Kraft af því að það er ógeðslega erfitt að greinast með krabbamein og það er þungt að fara í gegnum krabbameinsmeðferð og það er rosalega mikill styrkur í því að vita að það eru aðrir sem eru að gangi í gegnum það sama og líka aðrir sem eru búnir að gangi í gegnum það og hafa sigrast á því. Kraftur gefur okkur samanstað til þess að hittast og gefur okkur kraftinn til þess að berjast fyrir okkur þegar við getum það ekki. Fítonskraftur er gott þegar maður að koma út meðferð, þá byrjar maður alveg bara á byrjun. Ég hef til dæmis mætt alltaf á stelpukraftshitttingana. Ekki vera hrædd að koma til krafts því það eru allir mjög velkomin og við viljum bara fá sem flesta. Kraftur veitir fólki alveg ómetanlegan stuðning fjárhagslega en aðalega eiginlega með því að koma mann í sambandi við fólk sem er í svipuðum sporum. Af því að það er mjög auðvelt að einangrast þegar maður veikist svona alvarlega. Ils essayent de m'apporter un soutien psychologique. J'ai droit de voir un psychologue, un soutien médical, c'est-à-dire pour les conversations des fois difficiles en islandais. Donc ils sont un intermédiaire entre l'hôpital et moi pour apaiser les conversations, pour réguler les choses. Donc, et pour la première fois, quelqu'un m'a écouté, non pas juste en tant que patient, mais en tant qu'être humain. Það veitir mann svona eiginlega mesta huggun í þessu ferli þegar maður hittir aðra í svipaðri stöðu. Við höfum verið duglega að nýta okkur sálfræðastoð, fræðslu. Greiningin er alltaf mikið áfall, þannig að alls konar tilfinningar og vandamál sem að fólk er að takast á við og þarf oft
leiðbeiningu og aðstoð í gegnum. Svona þegar ég greindist þá breikkaði bilið svolítið á milli mín og jafnaldra minna. Því að ég komin í allt annan pakka sko. Og bara eftir að ég mætti í Kraft þá fór ég fljótlega að finna fyrir því að þarna var staður sem ég tilheyri. Að vera ungur og greinast með krabbamein bara svolítið öðruvísi heldur en þau eru komin yfir ákveðin aldur. Það er gert ótrúlega flotta hluti á afmælisárinu. Margar sem tengjast vitundavakningu, viðburði fyrir félagsmenn, fræðslu og upplifunum. Lífið núna, þetta örugglega besta slagorð á Íslandi. Þetta minnir okkur bara á að halda athyglinni í augnablikinu. Og þegar maður í einhverju svona erfið verkefni eins og krabbameinsmeðferð, að þá skiptir þetta máli að lifa núna, ekki bíða eftir því að meðferðin búin eða vera að lifa í því sem liðið, heldur halda athyglinni í augnablikinu. Lífið núna snilldar motto sem maður má ekki gleyma á hvernig degi. Að geyma ekki, að segja eitthvað eða gera eitthvað. Að gera skemmtilegu hlutina strax. Njóta en ekki þjóta. Vera þakklátur fyrir hvern dag sem þú ert heilsuhraustur og líður vel. Og það er alltaf meginmarkmiðið að vera til staðar fyrir ungt fólk sem greinist með krabbamein og aðstandendur. Og sjá Kraft núna, 20 ára gamalt félag, hvar það er statt núna og möguleikana á því hvert það er að fara það er einhvern veginn engin svona takmörk fyrir því hvað Kraftur getur gert. Og ég held, svo lengi sem það er alltaf fólk með ástríðuna fyrir félaginu og passjónið til að gera hlutina, að þá er þetta bara rétt að byrja að stækka. Ég veit eiginlega ekki hvernig fólk fór að áður en þessi samtök komið til sögunar sko. Eina sem kemur upp í hugun á mér þegar ég á að lýsa krafti í einu orði er kraftur. Samkennd, lífsgleði, samhugur, þakklæti. Kraftur geggjaður. Fjölskylda. Skilningur. Bara algjör power. Stuðningur. Drífandi. Samstaða. Awesome. Að Kraftur hafi komið til á sínum tíma þegar engin samtök voru að fókusera á málefni ungs fólks er frábært og fyrir mér er Kraftur bara kraftaverk og það sem að Kraftur hefur gert fyrir þessa einstaklinga, fyrir fjölskyldur, fyrir þá sem að virkilega þurfa á að halda einstakt.